Óli, hvernig líður eftir að leika á móti Víkingi? Bara ágætlega. Bara sterkt stig á erfiðum útivelli og mér fannst við bara svona heilt yfir bara mjög flottir í dag. Mætið með 3 miðverði, hver var pælingin þar? Pælingin var í rauninni að við gætum svolítið mattsað það að þeir reyna að komast í 3-2-5 og við vildum þá í rauninni geta verið þá svolítið aggressívar með vængmenninu okkar og ítt þeim aðeins meira sentralt og sett þá bara undir pressu þannig að við gæti ekki trýtlað upp öllin og svona læst okkur niðri. Þannig að það var svona hugsunin og mér fannst hún ganga fullkomlega upp í fyrri hálfleik. Seinni hálfleik svo sem líka þeir skapa svo sem ekki mikið í leiknum. Þannig að varnarlega voru við bara flottir í dag. Það er tölvöld upp á svona leik. Bara var það að halda betur bara í bolta? Já, kannski nýta mómentina sem að þegar við unnum hann að ná að annarkvort að velja aðeins betur og fara í skyndisóknina eða hreinlega bara halda betur í boltan og byggja upp. Við vorum svolítið fljótir í fyrri hálfleik fannst mér sérstaklega og það var kannski út frá systeminu líka það var óauðvelt að læsa okkur inni og enduðum í löngum bolta og svona leikurinn var svolítið þannig í fyrri hálfleik, þetta var mikið barátta og svona bæði lið að þreifa á leiknum. Þannig að þetta er svona beggja blands bara mikið undir og mikilvæg leikur og svona taugatrekkingur. Mikil barátta á að talsveit leift allavega framlega leik og svektur að Oliver Ekholt fekk ekki spjald? Já, ég ætla ekki að kalla á okkur spjöld, mér fannst við vilja bara hafa fín kontról á þessu. Skorur gott mark, fljótir á lausan bolta og hraðir upp völlin, lítur ánægð með það? Já, klálega og á því mómenti líka bara flott að fá þetta svona frekar snemma og svona maður sá fyrir sér að þetta myndi mögulega, við fengjum vonandi fleiri svona stöður og þess vegna eins og ég segi, þess vegna er svona kannski stöður sem við hefum getað nýtt okkur betur og gert betur en það er bara, eins og ég segi, það er vinnan fram þetta. Markmaðurinn átti góðan leik fyrir utan þetta mark, hvað getur sagt við hann eftir svona leik? Það er bara partur af fótbolta, þetta kemur fyrir og við erum saman í þessu og þetta er bara, eins og ég segi, bara partur af fótbolta og það er bara ekkert þess að gera en það er bara að halda áfram. Ég held, en sýndist alveg örugglega bolti í höndi í lok leiks, voruð þið heppnir að fá ekki á okkur víti? Ég svo sem veit það ekki. Þetta er náttúrulega oft svona einhver grátt svæði með þess að blessu vítadóma með hendur og annað, þannig að ég treysti bara vel að hann hafi tekið rétt ákvörðun þar. Andri Jómann út af í mínútu eftir að mér fannst Gylfi brjóta á hann og hvernig leið þið með það? Já, ég meina, eins og ég segi, þetta eru bara nýja reglur líka ef að menn þurfa að fara út af og þetta er svona spurning þegar þetta eru höfuðhögg hvort að það er að breyta því en mér finnst það svo bara fína reglur að hafa meira tempó í þessu þannig að menn sé ekki viljandi að leggjast niður einhvers staðar og ég var náttúrulega alls ekki að því þannig að það er náttúrulega bara verið, þetta er prósess, það hefur verið að vinna í þessu, þú veist, hvenær áta við og hvenær ekki. Myndirðu svo þetta upp súrsætt? Já, mögulega, þú veist, við náttúrulega leiðum stóran part af leiknum og verjum markið okkar mjög vel heilt yfir. En, þú veist, gerðum við nóg kannski til þess að vinna leikin, ég veit ekki hvort það væri sanngjarnt að segja það. Klára eftir. En bara, þú veist, við erum bara, við bíðum bara nokkuð ánægð með frammistöðum. Aron Bjarnason er ekki í hóp í dag, hvernig er bara staðan á hann? Hann er aðeins meiddur ennþá og er ekki æfa með okkur ennþá, þannig að það er eitthvað smá bíði hjá. Fullur Víkingsvöllur, mikil stemning, vonast væntanlega eftir því að vera góð stemning móti í á næsta föstudag? Já, klárt, föstudagskvöld aftur og bara geggjað, þetta er náttúrulega bara frábært þessi byrjað og bara virkilega skemmtilegt, þannig að við hlökkum bara til. Geggjað, takk fyrir það.